Við erum komið að næsta verkefni að Noregur núna á föstudaginn, hvernig bara lagst þið? Bara mjög vel, það er gaman að hitta hópinn aftur, það er svolítið langt sem við hittum síðast núna. Þannig að já, bara gaman að hittast aftur og já, fara í nýja leiki. Hvernig á sér dagar bara í Noregi verið? Bara frekar kósí sko, þegar við komum náttúrulega á mánudaginn og æfðum í gær og í dag, þannig að þetta er bara búið að vera gott, við erum búin að vera með nokkra fundi og fara yfir hluti á æfingum og svona, þannig að þetta er bara búið að vera góð byrjun sko. Margt jákvætt sem þið getur tekið út úr síðasta leik á móti Noregi sem þið getur kannski nota núna á föstudaginn? Já, algjörlega, við spilum ágætan leik og bjuggum í rauninni alveg til ágætis færi þó við höfum ekki náð að skora. Þannig að það er alveg mikið sem við getum tekið frá þeim leik, en þú veist að samanskapi kannski maður búist við því að þær líka bregðist við þeim hlutum sem við gerðum vel síðast. Þannig að við erum líka svona að pæla í því, þannig að það er, já, þannig að mikið sem við getum tekið með okkur. Bara líst þér á að spila á Lerkendal fyrir framann norsku stuðningsmenn? Það er bara gaman, það er alltaf gaman að spila landsleiki og maður vonir bara að vera vel mætt og verði stemming á vellinum. Svona, við förum kannski yfir í þitt félagslið, svona bara tímum með Rosengard síðustu misseri, hvernig svona hefur gengið? Það búið að vera svolítið brasa á okkur, myndafarið, það er ekki búið að ganga eins vel og við hefðum vonað. Þetta er náttúrulega búið að vera mikið breyting á liðinu frá því fyrra og maður bjóst vissi alveg að þetta var ekki að vera sama rekord ár og í fyrra en við erum bara að halda áfram að vinna í okkar hlutum og þú veist þetta eru mikið litli dítelar sem við þurfum að laga til þess að komast svona á beinu brautin aftur, þannig að já, það er mikið vinna sem fer í þetta og þú veist, en við höldum bara áfram. Þín framtíð, mikið að spá í henni þessa dagana? Ekkert mikið, ég er bara með umboðsmanninn sem að vinnur vinnuna sína og ég reyna að pæla ekki of mikið í þessu núna, ég er ennþá í félagsliði og það er EM og svona, þannig að ég er ennþá bara, veist, ég er með nóg að gera þangað til að það verða breytingar, þannig að ég er ekki með huga nóg mikið við það. Það styttist ég að þú verður samningslaus eða ekki? Jú, það er í sumar. Hvernig er bara svona huginn á þig núna varðandi það? Ég er bara að skoða alla möguleika sem er í boði og hvað býðst og svona, þannig og svo tek ég ákvörðun út frá því hvað ég til henta best. Er eitthvað möguleiki að vera áfram hjá Rosengard? Það er einhver möguleiki en ég ætla ekki að segja hann sé mjög stór. Það eru svona alltaf félag í stærri deildum að sína á að það hlýtur að vera bara spennandi að taka það stökk, fara kannski til Englands eða Þýskalands eða eitthvað svoleiðis. Já, algjörlega og ég er náttúrulega búin að vera í Svíþjóð núna í 6 ára eða eitthvað, þannig að þú veist ég er búin að vera þar lengi og þú veist þekki deildina rosalega vel og mér finnst ég tilbúin í einhverju nýja áskorun, þannig að hver svo sem hún verður, það verður bara að koma í ljós. Hvenær fáum við að vita hvað gerist? Það veit ég ekki, þið verður bara að bíða jafn spennt og ég sko. En núna er Noregsleikurinn framundan og svona breytingar á honum frá því síðast, Glódís kemur aftur inn, hvernig er að fá fyrirlegan aftur? Það er náttúrulega bara geggjað, hún er frábær leikmaður, frábær manneskja og bara gaman að vera að hafa hana við matarborðið eins og það er gott að hafa hana inn á vellinum, þannig að það er bara geggjað að fá hana aftur inn, hún á heima í hópnum sko. En það gekk alveg vel í síðasta verkefni þér og Ingibjörgu í hjarta varnarinn? Já, mér finnst ganga ágætlega, ég er náttúrulega sjálf spila hafsend úti og það er mín kannski primary staða, þannig að það er ekkert mál fyrir mig að leysa hana en eins og ég segi, Glódís er eitt besti miðvörður í heimi, þannig að þetta er missir að missa hana, en mér fannst við leysa það ágætlega án hennar en við erum glaðar að hafa hana aftur. Svona í lokin að stutt í EM er erfitt að vera ekki að hugsa of mikið eða bara alla daga einhvern veginn núna? Nei, alls ekki, það er einhvern veginn svo mikið eins og ég segja, svo mikið að gerast áður en það kemur að því, við erum með þessa 2 leiki, svo erum ég með 3 leiki heima í deildinni hjá mér og svona, þannig að maður er einhvern veginn, ég held við séum mikið fótboltafólki, við náum ekkert að hugsa alltaf langt fram í tímann sko, þannig að við erum svolítið bara að fókusa á alltaf það sem kemur næst, þannig að maður er alls ekki komin hangað ennþá sko. Takk fyrir þetta og gjörðum að ganga vel. Takk. Takk.